Það er Glódís langþráður sigur, þú hlýtur bara að vera ánægð. Já, mjög ánægð. Þetta var bara fínn leikur, gott að fara hérna með sigur. Þetta er í rauninni svona bara eins og fyrri hálfleikur, þannig að það er nóg eftir og okkur langar að gera ennþá betur í heimavelli. Þetta íslenska liðið með svona mikla yfirbyrði, svona hvernig var bara tilfinningin á vellinu? Já, bara gríðarlega góð. Við náttúrulega vorum, eins og segja, mikið með boltan, þurftum að vera þolinmæðir, þurftum að leita að opnunum, kannski aðeins, fundum aðeins betur í fyrri hálfleik og vorum að skapa okkur mikið af færum og svo seinni hálfleikur aðeins svona, ég veit ekki hvort við droppum aðeins í okkar tempó eða þær fjölga aðeins á miðjunni hjá sér og ná aðeins betur að loka á okkur, en eins og ég segi, þetta er bara gott að vera komin í 2-0 í hálfleik. Eins og segi bara miklu meira með boltan, en þetta er kannski sviðsmynd sem íslenska liðið er kannski ekki vant eða hvað? Nei, við vorum að ræða í hálfleika, ég veit ekki hvað langt síðan við spiluðum svona leik, af því að við náttúrulega, sem ég sagði fyrir leik, við erum búin að spila í A-deild á móti liðum þar sem við erum kannski svona það sem Norður-Írland var í dag, við erum mikið að elta og reyna að nýta skyndisóknirnar okkar, þannig að þetta var bara gríðarlega skemmtilegt. Var það eitthvað í leik Norður-Írland sem kom þér á óvart eða eitthvað henni? Nei, í raun ekki. Fyrri hálfleikur spilaðist alveg eins og við vorum búin að búast við og undirbúa. Seinni hálfleikur breytaði aðeins og við vorum ekki nógu fljótar að átta okkur á hvernig við myndum leysa það eins vel og við gerðum í fyrri hálfleik, en við verðum búin að skoða það vel fyrir næsta leik. Þú skoraðir þetta fyrsta markið, þetta var svona slómann sem leikur sem þetta geti verið vesen ef Ísland myndi ekki skora fyrsta markið eða eitthvað? Já, auðvitað er fótbolti mjög mikið, mental leikur líka og það skiptir máli að ná inn marki og auðvitað er bara svona ákveðin léttir að ná fyrsta markinu og þá vissum við alveg að þetta væri svona, og þá getum við haldið áfram að láta það rúlla inn vonandi en náðum fyrir miður ekki að setja meira en eitt. Þetta er bæði mörki nú fyrstu leikadröfum, bara hversu mikilvægt er að nýta þetta? Bara gríðarlega mikilvægt, þetta er styrkleiki sem við höfum alltaf haft, við erum með góða spyrnumenn, við erum með góða skallamenn og þetta er eitthvað sem við æfum og viljum nýta okkur. En þá aftur á móti, er það eitthvað áhyggjuefni að við náum ekki að skapa úr opnum leik eða eitthvað þannig? Ég held að við höfum náð að skapa fullt af færum, það er meira að við náum ekki að klára hann inn í netið, en það er klárlega eitthvað sem við förum bara og skoðum og nýtum þessar æfingar fram á næsta leiki að klára það. Takk hérlega. Takk.